Velkomin á Frelsi TV og gleðilegt nýtt ár. Nú 2014 komið og þakka fyrir árið 2013. Við getum nú væntanlega flest verið glöð að hafa komist heila á höldinni gegnum það ár. Og ég vildi svona aðeins fjalla stöðuna í heimsmálum og aðeins að koma inn á kannski stöðuna á Íslandi. Þetta nú allt saman tengt við Íslandi ennþá hluti af heiminum, þetta því sem ég veist veit. Og ég vildi kannski byrja á því á grein sem að birtist í Infowars og þar eru þeir að fjalla það sem að við svo kallaðir alternative media eða svona bloggsamfélagið og það sem við erum að gera. Að nú það að fullu viðurkennt að það eru vestræn stjórnvöld sem reka Al-Qaida og það hefur komið mest í gegnum aðilega eins og okkur og þið sjáu bara þær upplýsingar að Al-Qaida sé rekið af NATO og Bandaríkjunum og Ísrael og þessum aðilum eins og við kalla þetta Al-Qaida að það situr alla hluti í allt annað samhengi og þetta hugtak falsflag eða falskur fáni það orðið á flesta vitorði hvað það sko áttu ykkur á því að fyrir 1, 2, 3 árum vissu menn ekkert hvað þetta var og ég náttúrulega gert meira sérstaka þætti þetta og svo þetta stríð gegn öllu, stríð gegn eiturlyfjum, stríð gegn glæpum, stríð gegn hryðjuverkastarfsemi. Við hliðarbloggarar höfum að fullu, flest fólk orðið veit að þetta eru bara blekkingar og þetta snýst að ná stjórn á þjóðunum og núna til dæmis í Bandaríkjunum þetta það sem að lögregla og hermenn þetta svona skotmörk, þetta af vefsíðu fyrirtæki sem selur skotmörk og þið sjáu að það verið að þjálfa menn í að skjóta mæður eða unglinga og börn að það verið að þjálfa menn upp í því að vera algjörlega skjóta bara allt sem að hreyfist og það líka að koma þess betur í ljós hvernig þessi skepna, þetta New World Order skrýpi að opinbera sig meira og meira og ef við kíkjum aðeins á landakort þá sjáum við að New World Order á mest heima í Evrópu og í Bandaríkjunum og Kanada og Skandinavíu. Skandinavía með puttana í þessu alveg upp fyrir eyru og sjáum við átakasvæðin sem hafa verið. Og Ísrael sem að mín kenning sú að þetta eru höfuðstöðvar New World Order að þegar Ísrael undanþegið öllu alþjóðlegu vopnaeftirlit eins og með kjarnorkuvopnum, eiturefnavopnum eða sýklavopnum og þú kemst ekkert upp með það nema þú sért svolítið stór kall eins og við munum að Sviss var í heimstyrjöldinni komist upp með að vera bara stikkfrí og Svíar. Það situr alltaf ákveðið spurningamerki við þessi lönd sem að fengu bara að vera stikkfrí í heimstyrjöldinni, Svitzerland og Svíþjóð. Þeir sögðu bara við ætlum að vera stikkfrí og þú getur ekki verið stikkfrí nema þú hafi töluvert mikið af völdum. Og sama sjáum við Ísrael að þeir komast upp með að segjast vera stikkfrí. Þeir eru einhvers konar hluti af Evrópu, þeir eru með í Evrópa söngvakeppnum og einhvern veginn innvinklaðir í Evrópu
og Bandaríkin. Við vitum öll að það rennur ekki slefan á milli, eins og maður sagði þegar maður var unglingur, á milli Ísrael og Bandaríkjanna. Og hérna eru náttúrulega olíuauðæfi heimsins, þau liggja hér í jörð, og Sádi-Arabía, þeir virðast algjörlega hafa tapað vitglórunni og og þeir eru til dæmis talið að þeir hafi staðið á bak við 9/11 árásinni og það bendir allt til þess að yfirmaður leyniþjónustu Sádi-Arabíu þegar að Rússar sögðust ekki gúddera loftárás yfir Sýrland, þá sagði yfirmaður leyniþjónustu Sádi-Arabíu sagði, já, við munum hefna okkar á ykkur og við munum eyðileggja ólympíuleikana í Rússlandi. Og það alveg augljóst að það eru tengsl við þessar sprengjur sem hafa átt sér stað núna í Rússlandi, þannig að lestastöðinni, og þegar þeir sprengdu þessa rútu eða hvaða fyrirbæri þetta að það er strax komin CIA tengsl, að þessir þeir sem stóðu að þessu voru þjálfaðir af CIA og þessi hótun frá Sádi-Arabíu. Og það virðist vera að Sádi-Arabía, Ísrael og Katar reyndar, ég sé það nú ekki og Evrópa, og þið sjáu Frakkland bara, já, sprengja allt, bara, þeir eru bara gjörsamlega sturlaðir. Og við munum eftir því að frá Svíþjóð þá seldu þeir mikið af róbótum til Sádi-Arabíu til að framleiða vopn. Þannig að það virðist vera að renna saman einhvers konar bandalag. Þessara Sádi-Arabíu virðist vera hluti af þessu New World Order dæmi hérna. Og við sjáum að þeir eru búnir að taka Líbíu og sprengja þar allt í loft upp. Og Írak náttúrulega undir þeirra stjórn. Afganistan, þar sem þeir framleiða ópíum eða kókaín fyrir heiminn. Og svo ef við förum aðeins lengra austur, þá erum við komið til Kína og svo náttúrulega Rússland og allt það. Og það er ljóst að Kína hefur áhuga á því að yfirtaka Indland. Pakistan er náttúrulega kjarnorkuríki og Indland líka. Þannig að er að hitna upp gríðarlega vond mál, að hitna, það að sjóða hér undir slæmum potti. Og Sádi-Arabía, þeir eru að vera búnir með sína olíu og New World Order liðið, Frakkland og þetta lið allt saman, þeir eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla hreinlega að yfirtaka Afríku. Og jafnarlega við eigum eftir að sjá gríðarlega mikið af svona nánast þjóðarhreinsunum, eða það verður bara útrýmt heilu þorpunum og heilu löndunum. Fólk verður slátrað þarna hægri vinstri. Og við sjáum að það byrjaði það byrjað núna í Súdan og sjáum við alltaf Sádi-Arabíu. Sádi-Arabía vill leggja undir sig, það hér gríðarlega mikil olía líka. Og við sjáum að þeir eru farnir hérna inn. Hérna eru Vesturveldin komin inn í þessa Central African Republic og Suður Súdan, þar allt í uppnámi núna. Kenya, þar Obama, bróðir Obama hér á fullu að sitja allt á hvolf hérna. Þannig að við eigum að sjá gríðarlega mikið af alls konar furðulegum stríðsfréttum sem koma hérðan. Og ég nú stundu sagt það áður að það virðist vera þegar búið að flytja á öll vopnið, allur hergagna iðnaðurinn komin á svæðið. Sérsveitir eru búin að vera að vinna í löndunum í kannski 1-2 ár. Þá allt í einu fara að byrjast allar þessar fréttir að
í þessu landi muniði Gaddafi var að giftast einhverjum börnum eða nauðga konum hér og konum þar og allt í einu byrja og þeir muniði líka með hann í Írak. Allt í einu byrja bara alls konar svona furðu fréttir að berast, hvort sem það eru réttar eða ekki, þá hefur engin áhyggjur af þessu fyrir akkurat rétt eftir öll vopnin eru komin á svæðið. Þannig að það svolítið ótrúverðugt. Og og reyndar, og það eina af þessum stóru góðu fréttum frá síðasta ári, að það virðist vera að okkur í þessum bloggmiðlum við erum það fljóta að upplýsa að það var gjörsamlega þvertekið fyrir það að þurrka Sýrland út og sem náttúrulega bara frábær árangur og endilega styðja mig ef þið getið og ég hvet fleiri til þess að fara að vera með svona stöðvar eins og mína. Mér ekkert illa við samkeppni, ég lýsti áður að ég get leiðbendingur ef ef þið viljið fá ykkur upplýsingur hvernig ég gera þetta tæknilega og fleira slíkt. En ég ætla svona að því það eru áramót, þá ætla ég aðeins að fara aftur í smá grunnfræðslu og það þessi píramídi sem ég alltaf að tala og þessi, ef þið skiljið þennan valdastrúktúr þá skiljið þið svo rosalega mikið. Og ég skora á ykkur að horfa á myndbönd sem ég hef framleitt á síðasta ári, nú getur maður sagt það. Að það þetta þessi elítu, bláa blóðs fólkið og þessi Committee of 300. Og síðan The Round Table, þar eru Sameinuðu þjóðirnar. Sko, ef þið haldið að Sameinuðu þjóðirnar sé einhver góðgerðarstofnun, þá eru þið ennþá lifandi í gríðarlega mikilli blekkingu. Og þið Trilateral Commission, Council of Foreign Relations og allt þetta dæmi. Ég hef farið í þetta marg og Bilderberg Group, þar koma tengslin við Ísland. Og síðan það World Financial Control og þar eru seðlabankar heimsins. Og þar vil ég einmitt taka upp umræðuna Seðlabanka Íslands. Sko, svona frétt sem kemur korter í Kampavín, þar og það svo mikilvægt að fylgjast vel með fréttum svona kringum áramót og kringum hátíðir. Þá oft laumað alls konar svona fréttum sem að elítan vill ekki umræðu og þar talað fjárhagsleg samskipti Seðlabanka Íslands og Ríkissjóðs. Á Ríkissjóður ekki Seðlabanka Íslands? Ekki Seðlabanki Íslands í eigu Ríkissjóðs? Akkur þarf þá að vera að ræða eitthvað sérstaklega fjárhagsleg samskipti? Það hlýtur bara að vera þannig að fjármálaráðherra segir Seðlabankanum hvað á að gera ef að ríkið á Seðlabankan. En málið að Seðlabankinn er í þessari línu er Seðlabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabankinn og banki Alþjóðasettlement. Þannig þið sjáið að við erum fullkomlega undir þessu valdi og það sem að gerist að Seðlabanki Íslands rekinn af Rothschild fjölskyldunni. Ég skora á fólk að sanna fyrir mér að það sé ekki svoleiðis. Og við sjáum líka í hruninu 2008 þegar allt var að hrynja, þá hafði íslenska ríkið enga stjórn yfir Seðlabankanum. Seðlabankinn var undir einhverju annarlegu valdi og enn, þið sjá að Seðlabankinn búin að safna upp einhverjum þúsundum af íbúðum og eignum sem búið að hirða af Íslendingum. Og þannig að það svo mikilvægt að átta að sjá því hvar hlutinni, þessna finnst mér oft svo fyndið þegar fólk að byrja, vill gera einhverja nýja stjórnmálaflokka og vill fara að gera eitthvað til þess að breyta landinu, þá byrjar alltaf bara í einu horninu neðst í þríðningnum sko. Og ætlar að fara að gera eitthvað og þú þarft að skilja þennan valdastrúktúr hér til þess að fara að gera eitthvað.
og náttúrulega því fyrr sem að gera því betra af því að þetta þarf alltaf að vera að herða meira og meira á hlekkjunum okkar og hérna sjáum við næsta level það World Resource Control þar sjáum við til dæmis að fiskveiðiauðlind landsmanna að hún hefur verið yfirtekin af þessum öflum hér við auðlindir Íslendinga stjórnað í gegnum þessi fyrirtæki hérna og í gegnum allan þessa hlutabréfabull, allt þetta hlutabréfabull sem stýrt af tölvum, þeir geta skrúað upp og niður hlutabréfa verða alveg eins og þeim sýnist bara með að láta tölvur tala við tölvur. Nú síðan komum við á þessa svona hvernig ykkur haldið sofandi, það í gegnum trúarbrögð og þá helst í gegnum trúarbragða stofnanir. Sko fólk sem þess vegna alltaf verið að reyna að taka frelsunarverki frá fólki að fólk frelsist, uppkvætti sig í Jesú eða öðrum trúarbrögðum og að fólk öðlist skilning eða að fólk öðlist beint samband við Guð sinn. Þessir hérna vilja alltaf vera á milli og túlka sambandið við Guð. Þess vegna þeir svo á móti lifandi kirkjum. Og síðan það stjórnvöld, sjáðu stjórnvöld, þeir sem að stjórnvöld landan svona rosalega neðarlega í píramídanum. Og þar við með leyniþjónustunar, herinn, lögregluna, dómskerfið og fangelsin og í gegnum menntakerfið, menntun bara Guð hjálpi mér. Og þeir munu nú kannski það var umræða á árinu þessa PISA-könnun að fólk sem að koma út úr skólakerfinu kann ekki að lesa einu sinni. Eftir að hafa verið 10-15 ári í skóla þá kann fólk ekki að lesa og kann ekki að leggja saman 2 og 2 og svona að fá út 5 eða eitthvað slíkt. Og það svolítið klent þegar að menntamálaráðherra og þetta lið og stjórnmálamenn mæta í sjónvarpi og segja þetta alveg skelfilegt, við verðum að fara að taka á þessu og nú verðum við að fara að gera eitthvað. Þetta allt saman skipulagt. Þetta það sem kallast dumbing down af fólki. Það skipulega að verða forheimska fólk og það kemur hérna frá þessari hér stofnun, frá Sameinuðu þjóðunum og undirstofnunum héðan. Hérðan koma guidelines hvernig þú forheimskar fólki í menntakerfið. Og svo náttúrulega þetta skelfilega fjölmiðla heilaþvottakerfi sem glymur á fólki daginn út og daginn inn. Þess vegna tekið til dæmis eftir að fólk þeir sem hlusta á rásina mína eru 75% kallmenn og 25% konur og þvílíkar hetjur þær konur sem að horfa á mig og meðalaldurinn frá 40 til 55 eitthvað svo leiðis sem kannski að því að það svona fólk á mínum aldri það óbúslega fáir svona yngri hlustendum sem að virast nennan hlusta á mig reyndar á ég nokkuð marga góða unga hlustendur sem alveg að kveikja á perunni með þetta og ég sé kannski hlutverkmert gagnvart yngri kynslóðin að þessi hópur hlustar það á mig og hann mun síðan tala við jafnaldra sína. En síðan vil ég bara hvetja ykkur náttúrulega til þess að hjálpa mér að ná til kvenna. Ég hef alltaf átt konur sem góðar vinkonur þannig ég skil ekki alveg þetta að ég skul ekki hafa meiri hlutfalli á konum. En endilega reynið að fá konur til þess að góna meira á þetta sem ég að segja. Það mjög mikilvægt að við náum öll því í hvaða baráttu við erum. Og þannig að síðan sjáum við botnin á píramídanum. Þar markmið að gera alla af skuldaþrælum. Og bara ef þú ert í einhverjum vafa hvar þú ert staddur í píramídanum þá erum við nú flest stödd eitthvað staðar hér og þannig að það óbúslega erfitt að vera að fara
vera að fara í eitthvað skonar stjórnmálabaráttu eða alltaf breyta heiminum eða landinu sínu eða án þess að skilja þennan strúktúr. Og við sjáum bara að þessi kolkrabbi gjörsamlega út allt. Hérna sem sagt þessi Bilderberg grúpa og ég hef farið í þetta náttúrulega áður. Og hérna sjáu þið, þetta eru einstaklingarnir sem að skipa þessa Bilderberg og eru framkvæmda ráðið á þessarum alheims New World Order skipulagi öllu. Og þið sjáu hvað með bara þessum hópa fólki hérna, þá nær það að stýra öllu þessu gúmmulaði hérna, öllum þessum fyrirtækjum. Hérna sjáu þið, til dæmis hér eru allir þessi Human Rights Watch, World Wildlife Fund, Carnegie, allir þessir háskólar. Afganistan við ekki með einhverja kettlingu þar alltaf sem að vinna fyrir þessu öfl. Og hérna þannig að þið sjáið að þessi Bilderberg grúpa, og ég hef farið yfir Íslendingana sem hafa mætt þangað, að þetta lið hefur alveg svakaleg völd. Og markmiðið að þessi fyrirtæki gangi yfir þjóðréttin. Og það til dæmis þessi samningur sem að ég á eftir að fjalla betur sem að heitir TPP, Trans-Pacific Partnership. Og það annað sem að ég hef varað við áður líka, það í tengslu við Agenda 21, það PPP, Private Public Partnership, að þetta lið hérna að yfirtaka heiminn. Og þar inn í þessum TPP, og þetta verður síðan sett inn í Evrópubandalagið og það eru líka samningaviðræður við Evrópubandalagið að þetta gangi allt saman yfir Evrópubandalagið líka, að TPP-samningurinn gengur út á það að segja maður til dæmis Íslendingar ákveði að taka ekki inn erfðabreytt matvæli. Þeir segja bara nei, við viljum ekki erfðabreytt matvæli. Það bara tómt rugl og við ætlum ekki að gera það. Við erum með alveg frábæra náttúru og ætlum ekki að fara að skemma hana í samstarfi við eitt versta eiturefna fyrirtæki heims sem heitir Monsanto. Eru þeir ekki einhverstað? Þá getur Monsanto og DuPont og þessi fyrirtæki hérna sem að eitthvað af þessum efnafyrirtækjum, DuPont eitt af þeim, Monsanto annað og svo eru fleiri, að þau geta farið í mál við Íslenska ríkið og krafist peninga frá Íslenska ríkinu fyrir þeim hagnaði sem þeir verða af út af þessu banni íslenskra stjórnvalda. Sjáðu hvað þeir ruglað. Og það ekki eins og þetta sé einhver alþjóðlegur dómstól sem að eitthvað lýðræðislega öfl hafa skipað. Nei, þetta dómstól sem að skipaður af þessum fyrirtækjum sjálfum. Þau sem sagt skipa sjálf sinn dómstól, þessi fyrirtæki, og þessi dómstól fær sem sagt mál frá einhverju fyrirtækjum að Íslendingar séu að loka á þennan neyturmat allt saman, og þá kemur kæra á íslensk stjórnvöld og þeir sem að dæma í þessum máli koma frá fyrirtækjunum og þeir munu dæma eftir einhverju Excel-skjali sem að fyrirtæki leggur fram, hvert þeirra sem á í hlut á hverjum tíma, og Excel-skjali sýnir einhvern hugsanlegan hagnað í framtíðinni út af því að Íslendingar vil ekki taka þátt í þessu, og þá þarf ríkissjóður bara að borga það. Þannig sjáum við að með þessum hætti verið að svipta þjóðir sjálfræði og sjálfstæði. Og þá erum við komin inn á þetta prison planet, eða fanga plánetuna. Og og þetta í raun alveg rosalegt, sko. Og svo náttúrulega
Og svo á árinu 2014 ef ég gerist smá spámaður því eftir að sjá alls konar flugelda í gangi til þess að reyna að stöðva svona rásir eins og mína. Það verða meiri lekar og ég nenni nú ekki einu svona fjallum þennan nýjasta leka, hann svo greinilega frá bláa liðinu, sjálfstæðismegin. Þessi Associated Leaky Press eða hvað þið kölluðu þessi ljóst.is og það allt saman. Þetta allt saman vistað á íslensku serverum, e-mailin þeirra allar á Íslandi. Þetta eru Avania og Datacell liðið sem að reyna gefa kjafsögn tilbaka því að Vodafone liðið sló aðeins í bláa liðið og Bjarni Ármannsson greinilega í rauða liðinu, það var reyna að slá tilbaka. Og þannig að þessar íslensku mafjur sem að eru að vinna sko, það eru já, það eru svona á landamærunum hér, það eru rétt undir þessum alþjóðastofnunum og alltaf sé ekki á þessari grensu fara þessi fyrir íslenska elitumafían að grípa inn í. Þið sjáu hvað langt upp þær eru samt frá toppnum. Þannig að þessar íslensku mafjur, þessi stjórnmálaflokkar eru bara götustrákar og stelpur. Þetta svona götustrákar og þegar við séum þið getur fundið á internetinu það sem ein stjórnarþingkona var að öskra á einhvern út á götu bara, alls konar ókvæðisorðum. Held að hún hafi farið reyndar í siðfærisnám í háskólanum og núna aftur komin í pólitík, skilst mér. En þetta fólk eru bara álíka með svipaðan þroska og götukrakkar. Og götukrakkar eru í ákveðnum kringumstæðum og eru að reyna að díla við sitt líf. Og ég ber miklu meiri virðingu fyrir götukrökkum heldur en þessum stjórnmálamönnum sem haga sér eins og götukrakkar. Því götukrakkar eru í alvörunni í skelfilegum aðstæðum. Stjórnmálamenn eiga að vera í góðum aðstæðum. Þeir fá góð laun, þeim keyrt út allt. Þeir þurfa ekki einu svona að keyra í umferðinni. Það bara bílstjóri sem sér að keyra þeim á milli staða. Og þetta liðir dekstraði fyrir haus. Þannig að þeir eiga ekki að þurfa að haga sér svo götubönd. Þeir eiga að vera að vinna fyrir Íslendinga. Ég íslenskur ríkisborgari. Þannig að þeir eiga að vinna fyrir hagsmuni íslenskra ríkisborgara. En þeir virðast miklu meira vera að vinna fyrir þetta mengi og ég veit ekki hvort ég myndist á það síðast en getið þið séð alla þessa sjóði Kennedy Center Carnegie Rand Corporation, ég hef oft minnst á það áður og andhverfan við Rand Rand og Fabian eru svipaðar stofnanir. Þetta Bohemian Grove, Foreign Policy, endilega ég sitt linka af þessum myndum fyrir neðan, Bill og Melinda Gates Foundation og þau eru að vinna því að drepa fólki í gegnum bóluefni og þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að glaða og vakna á árinu 2014. 2014 verður alveg svakalegt ár. Við munum sjá falsflaggaðgerðir sem aldrei fyrr. Við sjáum núna eru byrjað að sprengja í Rússlandi. Rússland mun svara fljótlega fyrir þetta sem gerðist þar. Við erum bara minna en hársbreyt frá thermal nuclear war, eða frá kjarnastyrjöld og við munum sennilega sjá það sem kallað dirty bomb eða við munum sjá ferðatösku kjarnorkusprengju sem sprengda sem falskt flagg og þau áttu ykkur á því að leyniþjónustur Vesturlanda munu framkvæma alla þessa hluti. Og þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að vera vakandi og vakna og endilega reyna að vekja sem flesta og það væri frábært ef að þið myndur hjálpa mér að dreifa rásinni minni og öðrum rásum sem ég beint á. Ég til dæmis á Corbett Report, Alex Jones með Infowars, Press TV og
Gerald Celente og fleiri að endilega horfa á og fræða ykkur. En ég bara þakka ykkur fyrir í dag og vona ykkur öllum frábærs árs og vona þið komið reglulega heimsótt til mín á nýju ári og bara takk fyrir og bless.